Já, hæ fiskar. Ég ætla að gera hérna fyrir ykkur hvað að koma í pástinni. Eða hver að koma inn, hvað að koma inn. Gæti verið, þið eru náttúrulega ekki á sama stað með hvað í lífinu. En við skulum sjá hvað kemur í spilunum fyrir ykkur fiskar. Ég ætla að byrja því að fá englanúmer fyrir ykkur. Fyrir fiskana. Og þið googlið það bara hvað þýðingin angel með meaning og svo töluna. Og þið fáið 651. 651. Það kannski eitthvað sambandi við 7. maí. Eða eitthvað samt í júni, 7. júni, kannski eitthvað afmælið á eitthvað, eða nóvember, en allavega 651 og ég ætla að byrja því að fá 1 hérna fyrir fiskar. Ég ætla að reyna að hafa þetta svona stutt. Eitt fyrir fiskana, hvað er það sem fyrir að vita með ástina? Reflection, give each other some space at the moment. Trust and have faith that all will work out for the best. Ég veit ekki hvort ég sjá þetta. Svo. En já. Gæti verið að það sé kannski að ykkur koma inn sem að þið hafi tekið smá pásu frá eða kannski verið eitthvað svona ósátt við hvort annað, gæti verið. En já, kannski hefur þurft aðeins svona kúpla sig frá okkur. Gæti verið eitthvað svoleiðis sko. Kannski verið ástæði fyrir því að þurft að kúpla ykkur aðeins frá. Þess að, já. Finnst þess líka eins og að það geti hefur verið svona mikið svona eitthvað sem tryggar eitthvað svona í ykkur. Svona þegar svona tryggara hvort annað og mikið. En hvað er að koma í ástinni? Fiskana. Þið fá að mata hari. Always be ready for the performance of your life. Seduction is the most powerful currency. Já. Mér finnst eins og að eitthvað finnst þessi manneskja sem í kringum okkur að þú veist að þau þurfa svona passa ykkur voða mikið hvað ég segi og hvað ég geri og eitthvað svoleiðis sko. Og eins og sé hérna þá finnst mér eins og að það sé svona svolítið svona eins og þessu hættum að það sé dæmt út frá ykkur eða eitthvað svoleiðis sko. Hvað sé Mata Hari hérna? Hver er þessi Mata Hari? Já. Margareta Shelley was considered the greatest female seducer and spy of the First World War. Her pillow talk something... Já.
Já, hún náði nú að gera ýmislegt bara með svona smooth talking. Segjum við það að þessi sem að koma inn hjá ykkur þeir eru svolítið svona, já, óviss með hvar þið hafið þessa manneskju. Það er svolítið þannig fyrst. Og þetta sko samband sem er búin að vera svolítið á bið. Því að hún minnir mig svolítið á svona hanged man og það er eitthvað sem að þið þurfa svona að horfa og sjá hlutina öðruvísi og líka eins og þið hafa verið sett á svona hold eitthvað. En hver er þetta sem að er svona inn í ekkert energy fiskar? Hver er það sem er inn í ekkert energy ekkert fiskana? Gæti verið eitthvað samandi við að að það hefur verið svona eins og það hefur ekkert verið svona það hefur ekki verið treyst orðunum með það sem hefur verið að segja eitthvað slið sko og svo hefur þetta verið svolítið kannski svona samskipta svona örðuleikar mikil sem hefur svolítið svona sett mikið út á sambandi ef að mér finnst þess að þetta sé eitthvað sem þið þekkið skilju en að þetta hefur svolítið svona þið þurft að draga ykkur svolítið svona eitthvað tilbaka og það er svona eins og að sé einhver eftirsjá. Það geti verið einhver að fara líka eitthvað annað eða eitthvað eða svona verið óviss með hvað átt að gera eða hvað að gera. Getur verið eitthvað svoleiðis. Það er mér finnst eins og einhver sé að koma inn og vill hafa samskipti aftur. Kemur a message for you, I'm thinking of you, this very moment, your love fills me with the light, I love you. Það er eitthvað svona mikil svona ást þarna á milli og það er, mér finnst eins og þetta sé komið svona fast snöggar svona samskipti, skilaboð sem að kemur á óvart sko. Og meira. Eitthvað samtíð við apríl og maí. Two of Swords. Knight of Wands. Já, það er búið að vera eitthvað svona krossgöt, hvað verður. Það er búið að vera inn og út, greinilega svona þannig samband inn og út og gæti verið svona runner chaser, eitthvað svona demonic, svona já, svona ekki vita hvað að vilja og eitthvað svona. En má ég búast þú núna eitthvað svona action eftir endir svona og vilja gera svona nýja byrjun og svona réttlæta eitthvað líka og ég sé það er vog, sportryggi, það er svolítið svona sterkt svona eins og að þið hafi verið
í sambandi. Þegar Pentacles hérna og það eitthvað sem hefur verið svona grounded, svona stabílt. En það er eins og að koma inn núna eftir svona upp og niður. Svona endir á þessu svona toga og sleppa, segja sko. Og maður endir á það og það er að koma svona ný ást inn líka hjá einhverjum hérna líka. Eða eitthvað sem vill svona koma inn og gefa svona ný ást. Já, það er hérna líka, já það er upp með Steingate, Vogin og Sportryggi, Hrútur og Ljón og Bogamaður. Það er líka hérna það er kannski, já, segja öll sæn kannski. Það er að koma samskiptir til ykkar aftur. Og þeir sem eru þá single alveg, hafa ekki verið samskipti við neitt. Já. Það finnst mér eins og eitthvað sem svona kom inn og sedusa eitthvað. Svona verður svona byrjunastigi, þetta er svona kannski bara komið, apríl, maí, sá ég hérna, er á leiðinni. Við hefum kannski verið búið að svona halda, og ekki vita hvað verður, svolítið þannig. Já. Og meira fyrir fiskana. Rosalega mikið af svona svona, já, svona freistingar, það er eitthvað svona, kannski eru þið svona, ekki vita, kannski sjálf hvert þið að fara, hvað að gera, það er svona eins og að sjá alltaf mikið af freistingum í kring, þetta er eitthvað svolítið það. Make seduction the greatest work of art. Remember it's not the age, it's the experience. Já. Þetta verður eitthvað ljónsmerkinu. Nú kom inn. Nine of Cups. Já, þið takið kannski eitthvað svona ákvörðun að vilja. Já, það er svona eins og að koma sambandinn og það er já, mér fannst eins og að þetta kemur snöggt inn. Gæti verið eitthvað sem er líka, gæti verið eitthvað sem er mikið að mála, eitthvað tengt við art. Svona að mála mynda eða eitthvað svona. Gæti verið tengst svona einhverju akademíu eða einhverju svona. Svo þau eru svona að performa eða svona þarft að sína þig, standa þig eða svona gera eitthvað, getur verið eitthvað samt við svona kannski, já, kannski eitthvað sem er í svona hárri stöðu að þurfa að líta vel út eða eitthvað, getur verið. En já, hvað er komið með 14 mínútur, ég er bara að láta þetta duga fyrir ykkur. En það er eitthvað sem kemur inn hérna núna sem getur verið líka eitthvað tengt svona, eitthvað svona ferðalagi líka. Ok, ég láta þetta duga. Hei.